Góðan daginn, Bergdís Anna Sigfúsdóttir heiti ég og kennitala mín er 1307012720. Ég veit ekki hvort það sjáist eitthvað en ég vona það. Skírteinið mitt og ég ætla að halda smá kynningu stoðkerfið okkar. Stoðkerfið er aðalkerfið okkar sem er samsett úr beinum, sinum, vöðvum og liðböndum. Mikilvæg hlutverk þess er að það sér að styðja líkamann okkar og er ætlað til þess að halda honum uppréttum og gerir okkur kleift að hreyfa okkur óhindrað. Stoðkerfið verndar einnig mikilvæg innri líffæri sem dæmi má nefna að kúpubeinið verndar heilann, rifbeinin verndar hjörtu og lungu og hryggjasúlan er ætlað til að vernda mænuna. Í beinmergnum verður til myndunar rauð og hvít blóðkorn sem er lífsnauðsynlegt fyrir súrefnisflutning og ofnæmiskerfi líkamans. Beinin geyma steinefni eins og kalsíum sem líkaminn nýtir þegar þörf er á, þá aðallega í hreyfingu og undir álagi. Áhrif öldrunar á stoðkerfið okkar. Með hækkandi aldri verða ýmsar breytingar á líkama okkar og líffærakerfum, sérstaklega í stoðkerfinu. Margir fara að hreyfa sig minna og borða minna sem getur leitt til þess að beinþéttni minnkar smá saman og vöðvamassinn dregst saman. Þetta eykur hættuna á beinþynningu og beinbrotum. Gigtarsjúkdómar eru einnig algengir meðal aldraða, rétt eins og beinþynning, sem getur haft áhrif á hreyfigetu og dregið úr lífsgæðum. Til að draga úr áhrifum öldrunar á stoðkerfið er mikilvægt að hugsa vel að bæði líkamlegri og andlegri heilsu. Með til dæmis reglulega hreyfingu, hollar næringu, mikilvægt er að fá næg og rétt vítamín og næringarefni fyrir bein og liði, til dæmis eins og kalk og D-vítamín. Fjölbreytt og næringarík fæða ásamt daglegri líkamsþjálfun og jafnvel léttum æfingum sem geta haft jákvæð áhrif á styrk, jafnvægi og almenn vellíðan. Hvernig vinna beinagrindavöðvar og bein saman að því að framkalla hreyfingu? Og hvaða áhrif getur skert hreyfigeta haft á daglegt líf einstaklings? Beinagrindavöðvar vinna með beinum að því að geta framkalla hreyfingu fyrir mannslíkamann. Vöðvarnir festast við beinin með sinum og þegar vöðvi dregst saman togar hann í beinið, sem hann er tengdur við. Þessi togkraftur veldur því að beinin hreyfast og yfir liðamótin og þannig verður til hreyfing, eins og þegar við göngum, teygjum úr okkur og grípum hluti. Ef hreyfigeta skerst, til dæmis vegna veikinda eða sjúkdóma í stoðkerfinu, getur það haft mikil áhrif á daglegt líf. Færri hreyfimöguleikar geta leitt til minni sjálfbjargargetu, sársauka og aukinnar þreytu. Sjúkdómar eins og vefjagigt geta valdið krónískum verkjum og stirðleika sem gerir einfaldlega daglegar athafnir eins og að klæða sig, elda mat eða ganga stiga erfiðar. Þetta getur haft áhrif á lífsgæði og andlegan líðan. Hvað eru gigtarsjúkdómar og hvernig getur fræðsla og meðferð hjálpað einstaklingum með gigt að bæta lífsgæði sín? Gigtarsjúkdómar er langvinnandi sjúkdómar í bandvef og stoðkerfi líkamans. Þeir eru meðal algengustu heilsufarsvandamálum sem fólk leitar með til læknis. Einkenni þeirra eru oft bólgur, stirðleiki, verkir í liðum, vöðvum og vöðvafestum. Algengir gigtarsjúkdómar eru til dæmis slitgigt, hrygggigt og vefjagigt og jafnvel tennisolnbogi við álag. Fræðsla getur skipt miklu máli í meðhöndlun gigtar. Sjúkraliðar gegna þar lykilhlutverki með því að veita forvarnafræðslu
mikilvægir reglulegra hreyfingar, góðrar hvíldar, réttrar næringar og vítamíninntöku, sérstaklega D-vítamín og kalks. Með góðri fræðslu geta einstaklingurinn sjálfur haft meiri stjórn á einkennum sínum og tekið virkan þátt í eigin meðferð. Sjúkraþjálfun einnig mikilvæg þar sem hún getur hjálpað til við að viðhalda hreyfigetu, draga úr verkjum og bæta líkamlega virkni með sérsniðinni æfingaráætlun. Samstarf heilbrigðisstarfsfólk, sjúkraþjálfara og lækna getur þannig bætt lífsgæði fólks með gigt á verulegan hátt og hjálpa þeim að halda virkni í daglegu lífi. Beinþynning einkennist af minnkuðum beinmassa sem gerir beinin veikburða og eykur hættu á beinbrotum, sem getur haft alvarlegar afleiðingar með sér, sérstaklega hjá öldruðum. Helstu áhættuþættir beinþynningar eru meðal annars reykingar, áfengisneysla og lítil líkamshreyfing. Áfengi getur haft skaðleg áhrif á bein með því að draga úr kalkmagni, auk þess sem það getur auka líkurnar á því að einstaklingur detti og brotni. Tóbaksnotkun hefur einnig neikvæð áhrif á beinheilsu. Ein besta forvörn gegn beinþynningu næg inntaka af kalki og D-vítamíni ásamt reglulegri líkamshreyfingu sem styrkir bæði bein og vöðva. Sjúkraliðar gegna lykilhlutverki í forvörnum með því að veita fræðslu og ráðleggingar næringu, hreyfingu og vítamín. Mikilvægt að eldri einstaklingur fái 1200 milligrömm af kalki á dag, helst í gegnum mat. En einnig þarf að fylgjast með mögulegum aukaverkunum eins og hægðatregðu. Við umönnun aldraða mikilvægt að leyfa þeim að vera virk í eigin daglegu athöfnum, eins og að klæða sig, taka þátt í heimilisverkum eða hreyfa sig á heimilinu. Allt sem stuðlar að sjálfstæði styrkir vöðva og bein. Einnig mikilvægt að aldraðir fá aðgang að sjúkraþjálfun og viðeigandi meðferð sem hentar þeirri þörf og getu. Hérna kemur heimildaskrá mín. Takk fyrir mig.